Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við heldum áfram í knattspyrnunni og línuna komin Viðar Örn Kjartansson, markaskorarinn mikli og já, hann næst markahæstur í Svíþjóð að mér skilst. Góður blessa og sæll, höfðingi. Sælunur. Hvernig hefur það? Herra, ég hef það bara helviti fínt að þú, kallinn minn. Bara ljómandi góður, maður ánægður að sjá að þú ert að raðinn mörkunum núna. Já, maður nú aðeins búin að skora svona upp á síðkasti og það mjög ánægilegt. Maður skoraði ekki fyrstu 4-5 leikina og eftir að maður er búin að skora núna og maður er mjög sáttur með það. Og já, hvernig svona lífið þarna út í Svíþjóð? Nú ertu búin að vera í Noregi og svo Kína og svo bara ferðið yfir til Svíþjóðar? Já, það var svo sem ekkert planið að fara hingað en eftir að stórsliðið sem Malmö hafði samband við og hafði mikið nokkuð á sæna þá var maður að svara því og eins og ég segi, maður kannski ætlaði að fara í aðeins stærri deildir en deildir er mjög fín og Malmö er eins og segi mjög gott lið og það er bara, þú veist, þegar svona lið hringir í þig þá er bara einfaldlega ekki að segja nei, það er nú bara þannig og eins og ég segi, það sem búið að gerast núna, maður er sáttur með það, maður er búið að skora nokkuð mörk og liðið er efst og svona, þannig að maður er frekar sátt með það og vonandi bara endur við það líka. Já, náttúrulega. En já, þið eru í allan að svona líkunar ykkar á að verða meistarar, þeir eru orðnar, það ekki ansi miklar? Já, ég meina munurinn á okkur og hinum deildinni eru stórar og við erum með náttúrulega eitt besta liðið og kröfunar eru miklar, þannig að ég myndi segja að við ættum að vinna þessa deild en það er langur vegur eftir, það eru 18 leikir, þannig að það er alveg slætt eftir að stíðum í bóttinum, þannig að við þurfum bara að standa okkur í hverjum einasta leik og reyna að vinna og vonandi vinnum við þessa deild, við ættum að gera það. Leikmannlega séu ættu að gera það, þannig að ég vona að við stöndum undir nafni, það er það sem ég vona. Já, og já, það er nú annar Íslendingur í liðinu, Kári Arnarsson, þið ert væntanlega, já, þið talið íslensku eða ekki saman? Jú, við gerum það mikið í klefanum og það er gott að Kára er náttúrulega frábær leikmaður og gerir gott fyrir liðið og er búinn að spila virkilega vel síðustu umferðir og ánægilegt að sjá eins og maður vissi og það gera miklu kröfu til að setna að hann spili vel og sem er nú eðlilegt og það er yndislega að hafa einn Ísling með sig til þess að svona spjalla við svona þegar við höfum ekkert að gera og líka í leikjum, við tölum mikið saman í leikjum svona hvað við að gera betur og það gefur manni mikið, ég verð nú að segja það. Og já, það var það ekki komin ákveðin svona press á því þarna úti í Svíþjóð, já, áhorfendurnir og fleiri, þeir voru þeir ekki orðnir eitthvað pirraðir á þarna í byrjun og þú værir ekki að skora strax, það er ekki, já, framherjar fá nú ekki mikla þolinmæði. Þeir fá nú ekki mikla leiki en ekki marga leiki sig en það jú, það var þannig, maður var búinn að spila 2 æfingarleiki og maður var titlaður sem flopp leið og ég ákvað bara að svara því og sína það hvað ég hef gert síðustu ár og sína þeim að ég geti gert góða hluti en ég meina það er gott að hafa svona pressa á sér en kannski ekki alveg svona harða en jú, það maður fekk smá pressu á sig og eftir það þá fór maður bara spýt í lófana og það sett mikið pressa í Malmö en eins og ég segi, eftir þetta þá bara ákvaða maður að gera sig í brók og byrja að gera góða hluti og eftir að maður gerir það að fá maður strax að skora og það var bara mjög gott og eins og ég segi, þegar frammeir skora þá manni sér ekki allt annað og ég byrjaði að gera það og það var mjög ánægilegt fyrir mig og liðið. Nákvæmlega. En já, nú er náttúrulega komið smá pása, eða ekki landsleikjapása, þú ert reyndar ekki í hótnu núna en það, já, þú ert heldur betur búin að svara fyrir þér á vellinum eftir það? Já, ég er alveg hættur að bæla í landsliðinu núna,
þeir völdu þennan hóp og ég var virkilega ósammála því og það enn og mun vera það alltaf líklega en ég vona bara að þeim gangi vel á EM og ég meina ég klári ef að einhver meiðist og allt það en það er bara draumur að þeim myndi ganga vel á EM en ég náttúrulega eins og sé ég get ekkert að svara fyrir það núna í einhverju viðtölum en ég svara þeim bara vellinum og ég hef gert það og þú veist ef að þeir sjá ekki nót fyrir mig í liðinu þá er bara að hafa það og það er bara þeirra álski mínu mér finnst ég vel liðinu og þeim finnst það ekki eins og og það er ekkert annað fyrir mig að gera en að vera svo stundum bara velja mann og skora mörk það er eins og getur gert En þú ert nú heldur betur lífið í Svíþjóð það er heldur betur búið að taka stökkum hjá þér þú ert eða ekki búin að stækka fjölskylduna þér líka? Jú, heldur betur það er komin nýr strákur í fjölskylduna og heilsast vel og það er alveg bara gefur manni nýja sýn á lífið það er gott að fá að kynnast öðru í lífinu og hann er komin bara alveg eitur feskur inn í fjölskylduna og maður hefur nóg að gera núna. Já. Algjörlega. En svona áður en ég sleppir Kjartan pabbiðinn, hann kom í heimsókn eða ekki daginn til Svíþjóðar? Það virkar alltaf að pappa heimsókn hann mætti eins og ég skoraði 20 síðar og svo sendi ég hann heim alltaf og gamla í heimsókn. Já, en það var hann var með Facebook status að hann var að fá að eins og hann sagði að fekk að keyra Porschen, það var engin fyrir og eftirmynd á því. Nei, ég sjá hann kannski að slaka á því í Íslandi nú þannig í dag að það kvarta allir fyrir öllu og það er líklega kvartað ef að hann myndi setja inn mynd af Porsche þannig að ég leiði svona ég leiði honum bara að sleppa því að setja inn mynd af einhverjum bíl eða eitthvað hannig en það var líklega minnst á hrunið ef svo væri en ég leiði honum að sleppa því en jú, hann fekk að gera bílinn minn og honum fannst það alveg yndislegt og hann fekk svona þess að skoða náttúruna í Svíþjóð. Já, nákvæmlega. En svona í lokin áður en ég sleppir nú er Ísland á fara á EM möguleikar okkar heldur við hópurinn er bara tilbúin að fara áfram upp á riðlinum þessi hópur ef allir eru upp á sitt besta þá getur hann léttilega komast upp úr riðlinum ekki léttilega en hann getur öruglega komast upp úr riðlinum klálega ef allir spila vel og spila sem gerði í undankeppni en alltaf þess að segja, við erum Ísland og við mögum ekki að vera fram okkur við erum litla liðið á móti öllum það er bara þannig og við verum að hugsa þannig til þess að komast áfram og við mögum ekki að of háar væntingar en það er alltaf bara aðeinslega að vera á EM og við verum að hugsa þannig að við verum að vera bara stolt að komast á það yfir höfuð en algjörlega við spilum eins og við spilum í undankeppni þá hefur við góðan séns að komast og það er bara því. Ertu búin að fylgjast eitthvað með Selfoss-liðinu? Það er Selfoss sem er búin að koma með mjög óvart. Ég er mjög ánægður með það. Ég ætla að koma að horfa á eitthvað leiki þegar ég kem heim og sá unnu Háka 3-0 og sá leikinn á móti Leikni Fáskrúðsfirði. Fráskrúðsfirði. Það veit ekki hvernig maður segir það en ég held að Selfoss koma óvart í ár. Ég verð að segja það. Nákvæmlega. Það er bara því. Já, við erum gert þannig að þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það verður náttúrulega eftir þú ert alltaf með einkaþjálfarinn Eirík Rafael eða ekki Ert þú að taka hann í gegn? Jú, nei, hann ætlar að fara með mér á hlaubrautina inn á fríinu ég bara ég ætla bara rétt að vona að fleiri komum með hann ætlar að koma mér í bestafólum lífsbyrð svona í sumfríinu ég skora á ungar stelpur á Selfossi sem að þekkja Eirík Rafael að koma með nákvæmlega. Strákunum. Hvetjum alla til þess. Bestu þakki við Örn og gangi sem allra best. Sjónleis. Blessaður. Bæ. Já, við heldum okkur áfram hérna í boltaíþróttunum og næsti viðmælandi minn er Ágúst Jóhannsson, landsþjálfari kvenna í handbolta. Mikilvægir leikir framöndan af þeim. Það eru núna bara leikur að með minnir
ég er ekki með það fyrir fram, en minnir að það var bara leikur núna á miðvikudaginn í Valsvöllinni gegn Frakklandi og svo spilaði í Stuttgart gegn Þýskalandi á sunnudaginn, en Ágúst Jóhannsson, hann verður hér á línunni eftir smá stund. En loka úrslit úr leikjum kvöldsins, förum aðeins í það. Fylkir og Fjölnir skildu 2-2 og Fjölnir náði jafna á 93. mínútu, en FH og Víkingur Ólafsvík skildu líka jafn 1-1. Það var Hrafi Tóki sem að jafnaði metin fyrir Víking Ólafsvík þegar 4 mínútur voru til leiksloka og Breiðablik sigraði Stjörnuna 3-1. Daniel Bamberg kom Breiðablik blikum yfir á 72. mínútu. Atli Sigurðsson skoraði svo annað markið á 80. mínútu. Arnar Már Björgvinsson minnkaði munin í 2-1 á 82. En Arþór Ari Atlason, hann skoraði 3. mark Blika á 93. mínútu. Og öðru, Njarðvík sigraði Ægir 4-1 í annar deild karla. Víkingur Ólafsvík sigraði Hvíta Riddarann 5-0 í fyrstu deild kvenna A og Keflavíkur konar 1-0 yfir gegn Grindavík og markið kom núna á 93. mínútu. En handboltinn hérna næst á dagskrá hér í sportþættinum og svo tekur sundið við. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Hvað er að gerast á Suðurlandi? Senda okkur línu á 963@963.is.